geðbilunin siðafárið var í gangi sko að þá var oft talað þú veist þegar einhver sagði sko byrju heyrðu þetta ekki einhver öfgar skilur kemur einhver feministi sem var að tala sko bara þú veist algjört uppbrot á fjölskyldunum bara taka einhvern veginn samfélagið og snúa öllu og hvolfa og eitthvað svona og þá sagði eitthvað bara byrju heyrðu þetta ekki öfga feministi eða og það nei þú getur ekki verið öfga það ekki til sem heitir öfga feministi þetta er bara fólk sem brennur fyrir jafnrétti til eitthvað sem heitir öfga jafnrétti skilur og ég var pælaði þessu og sko RÚV þá að setja okkur hægrimönnum og þetta sko íslenska hægrið svo ógeðslega bælt og lamið íslenski hægrimenn bara illa lamdir í klessu af þessum feministum og þessu liði á RÚV sko að þeir eitthvað svona, já ég veigra mér nú að fara of langt til hægri sko eitthvað svona tala að fjölskyldan sé góð og eitthvað svona og reyfum af því að gaurarnir á RÚV segja að það sé öfga, skilur að trúa hefðbundnu fjölskyldu já og pælið í því hvað það aumingjalegt af íslenska hægrinu og þess vegna held ég að íslenska hægri sé í ákveðinni lagð að þeir bara svona leyfa bara RÚV að skilgreina það hvað eru öfgar og hvað ekki og bara fara ekkert þangað yfir skilur það sem ég verið að segja bara eitthvað fuck þeirra skilgreiningu og málið að ef hægrið ætlar að spila eftir leikreglum libbana sem þeir settu í umræðu og öðru og hversu langt maður fara á eitthvað það munum alltaf tapa Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/einpæling.